Já, það var búin að taka ákvörðun, búin að skrifa undir, allt klappað og klárt. Hvernig tilfinningin að þetta sé? Já, bara allt bara að baki. Hún góð sko. Það kom smá óvænt upp, fljótt upp og síðan fór boltinn að rúlla og öðru mörglið á það. Gaman að því, gaman að fá bara líta á þetta sem hrós. En já, gott að þetta sé búið og ég bara mjög spenntur fyrir komandi tímum og mjög spenntur fyrir sumrinu líka. Þú segir þú varst svolítið svona sætasta stelpan á ballinu og allir vildu spjalla við þig. Hvernig var það erfið ákvörðun? Já og nei, ég náttúrulega skoða alla möguleikar sem komu mikið af möguleikum upp og tók fundi og góða fundi og skoðaði bara allt. En mér leist einhvern veginn best bara á Breiðablik, bara þarf að tegja mig hvernig fótbolta þeir spila, strákarnir í klefum góð blanda, ungir, gamlir og bara líst mjög vel á Breiðablik. Þannig ég er mjög sáttur við ákvörðunina. Þetta verið skrýtnar vikur? Já, heldur betur. Ég er ekkert mikið fyrir þessi athygli, en lúmskaman, en kannski gaman í 2 daga, síðan var þetta bara þreytt. Þannig já, þetta voru skrýtnar vikur og reyndi mikið á andlega þáttinn, en þetta bara styrkti mann, held ég, góð reynsla. Fer ekki strax í græna búningi inn og bara einbeita sér að komandi tímabili með Leikni. Þess skipti gangur náttúrulega ekki gegn fyrir en eftir sísón. Já, klárlega. Nú er þetta búið. Bara fókus á að bæta minn leik. Spilum að leikni í sumar upp á félaginu mínu. Við erum að fara í okkar annað tímabil efstu deild. Ógeðslega krefjandi og spennandi verkefni og þetta verður ógeðslega gaman og við höfum að gera góða hluti. Mikla trú á okkur. Heyra alveg, það er mikið spennandi fyrir tímabilinu? Já, það er mjög mikið spennandi. Við höfum eftir mjög vel í vetur, staðið okkur bara nokkuð vel undirbúist á leikjunum, Reykjavíkurmótinu og Lengjubikarnum, stóðum okkur vel. Nú eru komnir nýja leikmenn inn í þetta, það eru gaman að sjá þá. Allir komið tilbaka úr meiðslum, mikið samkeppni og ég held að þetta verði geðveikt sumar.